Já, góðan daginn, við erum velkomin í Hina Reykjavík. Þáttinn þar sem við reynum að heyra í fólkinu sem á ekki mikið pláss í meginstraumsfjölmiðlum. Í dag ætla ég að spjalla við tvær konur sem vinna við að þjónusta aldraða. En ég ætla að byrja þáttinn að ég heyra í honum Árna Jóni Baldursssyni sem er búinn að vera lokaður inni heima hjá sér vegna undirliggjandi sjúkdóms konu hans í svolítinn tíma. Sæll og blessaður Árni, hvernig hefur það? Já, sæll, ég hef það svo sem ágætt sko, eins og hægt að hafa það svona inni lokaður. Akkurat. Hvað er þetta komin langur tími hjá þér? Við erum búin að vera hérna síðan held ég 9. mars, þannig að þetta er að verða svolítið langur tími. Þetta er orðið ansi langt maður. Og við förum ekkert út, við löpum svolítið kring hérna og bíltúra svolítið og svo erum við svo fjandi heppin með baklanda og okkur er bara færður matur alltaf og það vesla fyrir okkur sem sagt. Já, frábært. Það er nú ekki sjálfgefið, sko. Nei, það er alls ekki, sko. Nei. Þannig að við erum ekkert einmann þannig. Nei. Hafið þið eitthvað, þið hafið ekkert getað hitt fólk? Nei, það kemur enginn inn, sko. Það kemur enginn inn en við hérna spjöllum við fólk hérna fyrir utan hjá okkur, sko. Bara með löngu millibili? Já, við pössum bara metrana 2, sjálfsögðu. Akkurat, frábært. Og hlýðum í því. Hlýðum í því, það er eina sem við getum gert akkurat núna. Já, þýðir ekkert annað. Og hvernig, ef ég má spyrja, þú veist, hvernig eyðið þið deginum hér? Hvernig er dagurinn hjá þér? Ég er nú með krossgátur, ég er búið með svona cirka 100 og hérna nú konan er nú að púsla mikið og hún hérna er að sauma eitthvað að prjóna eitthvað líka, sko. Já. En þetta snýst og svo er allir ískápurinn nærri, er ekki það? Það borðið það svolítið. Þannig að það fær svolítið margar heimsóknir. Já. Trúið því. En hérna, þú veist, hvenær, sjáu þið eitthvað fyrir ykkur hvenær þetta myndi taka enda? Það veit og kannski enginn hvað þetta tekur endalega endi, en svona er ekki verið að tala að slaka þessi eitthvað núna 4. maí. Jú. En við förum nákvæmlega varlega þá við förum að fara eitthvað út, sko. Akkurat. Því að það er hérna, konan er eins og segir undirliggjandi sjúkdóm og má alls ekki fá þetta, sko. Og við erum náttúrulega ekki heldur, raunverulega. Það sjálfsögðu ekki. Hérna, já, en hérna, og þú segir að baklandi er það sem er að redda ykkur svolítið núna, en þú veist... Já, þannig að við þurfum ekki að fara neitt meðal fólks. Hvað heldur að þið myndi gera ef þið hefðu ekki fólk sem gæti versla fyrir ykkur? Hafið þið verslað fyrir ykkur? Já, við erum að fara út að versla, nú eða kannski panta bara, ekki voru þetta panta og senda heim. Jú, það er svo sem það er ykkur að hægt. Við höfum ekki þurft á því að halda sem betur þér. Nei. Það er nú gott maður. Ég ætlaði svo sem ekkert að hafa þetta neitt mikið lengra, mér langaði bara svona rétt að heyra í ykkur. Já, þetta er raunveruleiki sem við þekkjum ekkert öll, sko. Nei, og vonandi kynnist við hann aldrei aftur. Já, nákvæmlega, Guð fór okkur frá því maður. Þetta er svona. Herðu, hafið það gott og ég fer leið þetta losnar, þá kref ég fríðu fiskibólur. Þetta þarf að... Já, segir það. Ok, já. Bye. Já, stutt og kósí spjall. En hérna, hjá mér eru staddar Sigríður Ása Arnarsdóttir og Kolbrún Valviðsdóttir. Ef ég má byrja, Sigríður, Sigga, hvað gerir þú? Þú voru að taka þig af mute. Það er gott plan. Ég vinn á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu og er þar í aðhlynningu bara. Já, og hvernig, í hverju starfið þitt felst náttúrulega bara í að aðstoða fólki sem býr þar við bara lífið allan daga? Já, bara aðstoða þeim með grunnþarfir og vera þarna til staðar og hjálpa þeim bara með það sem þau þurfa að gera í rauninni. Já. Hvernig hefur starfið þitt breyst, ef ég má spyrja bara því? Það er náttúrulega munar alveg helling að fá ekki neina aðstandendur í heimsókn. Við stökkum svolítið í það hlutverk að vera bara aðstandendur. Og
þetta miklu nánara svona, já, við þurfum að tala við þau miklu meira, spjalla við þau miklu meira og bara sýna þeim að þau eru ekki ein. Akkurat. Hjálpum þeim að hringja aðstandendur og svona í gegnum myndsímtöl og það er rosalega gaman að sjá það. Það er svolítið ljúft. Og það hefur alveg gefist vel að nota tæknina? Já, það gerir það. Það er oft sem að þau skilja ekki alveg hvernig þau eru að tala við fólkið á skjánum, en það er oft fljótt að koma. Þú ert mikið á heilabilunardeildinni, eða ekki? Jú, við erum semst með lokað heilabilunardeild á ganginu mínum og ég er mikið þar. Akkurat. Það er, og fólkið, þú veist, þið greinið alveg mikið mun á líðan hjá fólkinu eftir að heimsóknarbannið byrjaði? Já, það munar alveg heilum helling og líka bara fjölmiðlar og fréttirnar. Við náttúrulega erum með blaðalestur og lesum fyrir þau blöðin og svona í vissu, þú veist, marki. Já. Og það er bæði bara svona hræðsla líka í þeim. Það var allavega til þess að byrja með, það er náttúrulega búið skána helling. Já. Það sem þetta búið róast aðeins. Ok. Herri, ég ætla að skipta aðeins yfir. Kolbrún Valviðsdóttir, hún Kolla mín, mætti hérna líka. Kolla, getur þú sagt mér frá þínu starfi? Hvað gerir þú? Já, ég er sem sagt í svona búsettukjarna fyrir aldraða. Þetta er sjálfstæð búsetta þannig að fólk sem er með íbúðir það leigir þær. En auðvitað þá verður fólk veikara og sumir koma dálítið mikið veikir inn. Akkurat. Þannig að það er mismunandi hvað fólk þarf mikla aðstoð og þjónustu. Og við náttúrulega bara gerum eftir okkar bestu getu að sinna því hlutverki. Það sem hefur breyst, það er að auðvitað við erum komin inn með bakvarðasveit. Það hafa komið nokkrir einstaklingar og bara yndislegt fólk sem við höfum fengið til aðstoðar við okkur. Og til dæmis í stað fyrir að það er 1 manneskja á næturvakt og þá erum við búin að vera 2 manneskjar á næturvakt núna síðasta halva mánuðinn. Og það er bara alveg frábært. Og svo hefur verið að koma inn svona fólk sem er kannski 2 tíma allt upp í heila vakt með okkur á vaktinni til þess að létta undir. Og það sem náttúrulega er breytt að fólk kemur ekki niður að borða, það kemur ekki niður í matsal. Nei. Það fær bakkamat sendan frá Vitatorgi og hann er kaldur, svoleiðis sem fólk þarf að hita hann upp. Nema það eru nokkrir sem eiga ekki örbylgjuofna og þá hitum við upp fyrir þá. Það eru cirka svona 10 manns. Já. Og ert þú að upplifa svolítið svona eins og hún Sigga var að tala um að þurfa að vera að ganga í þetta hlutverk raunverulega aðstandanda svolítið? Félagsskapur bara og annað? Já, sko, ég verð að segja það mér finnst það er aðeins öðruvísi því að okkur hefur líka okkur var alltaf bannað að vera í því að fara í búðir og kaupa fyrir fólk, en auðvitað þá er það svo rosalega mismunandi hvernig baklandið er hjá fólki, þannig að maður hefur nú kannski stundum farið í það, sko, en það er ekkert sem að kemur í veg fyrir að aðstandendur geti keypt fyrir fólkið sitt og við myndum skila því upp til þeirra. Akkurat. Eða þá en sko fyrir suma af þessu fólki sem er hjá mér, þá er bara ekki mikill munur. Af því að það er ekkert allir með aðstandendur sem er að hitta. Akkurat. Já, það er svoleiðis. Já. Já, algjörlega. En hafið þið, Kolla, já, hvernig, svo ég skilir þetta rétt, þú ert að þjónusta fólk sem er bara að leigja þarna, eða ekki? Já, það er sjálfstæðar búsetu þarna, en við erum náttúrulega með alls konar, sko, við erum að sinna alls konar, þú veist, eins og það er þvottahús og allir geta fengið þvegið af sér sem að það vilja, það er stórt bað þarna og það geta allir fengið það er þrifið hjá þeim sem að vilja og þeir fá mat sem að vilja og allt þetta og svo náttúrulega fólk sem hefur bara þörf fyrir miklu meiri þjónustu og allt að hjúkrunarheimilis þjónustu.
og alveg hjúkrunarheimilisþjónustu stundum, sko. Já. Þú veist, eins og þegar að, ég bara, ef að fólk getur ekki farið sjálft fram á klósett, að það þarf hérna að fylgja því þangað og tilbaka, að þá er það náttúrulega, þá er þetta ekki nema sjálfstætt búsetta að nafninu til. Akkurat. En það er heimsóknarbann hjá ykkur? Nei, sko, það er nefnilega ekki heimsóknarbann hjá okkur, en samt inn á síðu Reykjavíkurborgar að þá er talað heimsóknarbann, en við höfum ekki verið látin vita af því að sé heimsóknarbann, en auðvitað að þá mælum við ekki með því að fólk sé að koma þarna mikið. Nei. Og við höfum ekki bannað fólkinu okkar heldur að fara út eða neitt svoleiðis, en það eru náttúrulega bara allir að passa sig. Allir eru náttúrulega bara skíthræddir. Já, og þú hérna, finnurðu mikið mun á líðan fólksins? Já, ég geri það. Ég finn mikið mun á líðan fólksins af því að það er bara það er líka þannig, sko, að við eigum heldur ekki að vera í heimsóknum hjá fólki. Ekki nema þegar að hérna, þarnast einhverjar svona líkamlegar nándar eins og við erum að setja kannski augndropa í fólk eða eitthvað svona, hjálpa við að klæða og eitthvað svoleiðis, en þar fyrir utan, þar sem að var áður bara spjall, þar erum við ekkert að koma inn, heldur hringjum við. Já, það er áhuga. Og hérna, og það er þá allavega, sko, við náttúrulega, við höldum því, sko. Já, akkurat. Við höldum í staðinn fyrir þessar, hérna, þessar líkamlegu nánd, sko. Akkurat. Herru, ég ætla að snúa mér aðeins aftur af Sigríði. Já. Hérna, hvað hérna, ég vil segja, þú veist, hvernig hefur, við lókum að forvitnast aðeins, hvernig hefur þetta haft áhrif á bara svona þitt persónulega líf, Sigga? Því að nú ert þú að vinna með rosalega veikum hópi einstaklinga. Þú ert nú væntanlega eitthvað búin að breyta þínum högum í þessu ástandi. Já, algjörlega. Ég fer í vinnu og ég fer heim. En það er bara, já, það er eiginlega bara það. Þú veist, ef að kærasti minn fer yfirleitt í búðir ef það þarf búðir og já, svo er lítið annað sem ég er að gera, heldur en bara það að vinna og fara heim. Er þetta eitthvað sem að þú ákvaðast að gera? Er þetta eitthvað, hérna, voruð þið beðin að... Sko, það er náttúrulega bara allir beðnir að fara varlega, en já, þetta er bara svolítið ákvörðun sem ég hef tekið sjálf. Ég vill ekki taka neina áhættu og maður vill ekki vera ástæðan akkur svona kemst inn á hjúkrunarheimilin. Hafa komið upp eitthvað smitt hjá ykkur? Nei, ég held á bara Hrafnustöðum á öllu höfuðborgarsvæðinu hafa 2 starfsmenn smitast, en það er ekkert meira en það. Nei, Guði svo lof. Já. En Kolla, hefur þú gert eitthvað svona svipað á hún Sigga? Já, það er bara ósku svipað. Það er maður þarf að vinna og maður þarf heim, en auðvitað þá þarf ég að fara í búðir og ég hef einu búðir sem ég hef farið í, það er hérna matarbúðir. En hérna maður gerir það var líka svona, það var ætlast til þess og við beðum það og bara alveg sjálfsagt að hérna að fara varlega og maður gerir það. Ég hef svolítið hérna farið í göngutúra. Já. Og ég passa þetta á göngustígunum að hérna svona vera alveg út í kanti. Það er nú oft erfitt. Ég er nú sjálfur búin að vera að labba töluvert í Elliðaárdalnum hérna og það er bara örtröð suma daga, sko. Manni líður bara hálfpartið sem maður sé staddur á Laugaveginn, sko. Ég á voða gott göngutúraland hérna nálægt mér og hérna, ekki það eru margir sem að fara þar, en það er örugglega meiri örtröð í Elliðaárdalnum. Já, algjörlega. Já, hérna, ég veit ekki, varst þú beðin sérstaklega það, Kolla, af vinnuveitanda að svona minnka félagsleg samskipti og annað? Já. Og hérna, og við allar náttúrulega, að við erum beðnar að vera ekki í svona, að vera ekki að hitta fólk og vera bara í sóttkví heima og svona
og það er bara auðsótt því að ég meina ég hlýði við því og ég er bara sjálf, ég myndi ekki vilja fá þessa pest, sko. Bara alls ekki. Segðu, það er svo sem ekkert. Og ég vildi, og þaðan af síður vildi ég vera svo sem að auðvitað, það gerir það enginn að ganni sinu, en ég vildi ekki koma með þetta inn á heimili þar sem að búa 80 manns inn í hús. Það er einmitt eitt af því sem ég hef svolítið fundið fyrir, varðandi svona kvíða eða ég veit ekki hvað maður orðið áhyggjur af ástandur. Ég er svo sem ekkert svo hræddur við að fá þetta endilega, en mér finnst einhvern veginn, ég er rosalega hræddur við að vera einkennalaus og smita fólk í kringum mig. Það er eitthvað sem ég hef haft miklar áhyggjur af. Við sýnist Kolla vera dottin út hjá okkur. Já. Ok. Hún er komin aftur, velkomin. Já, þetta er svona það sem ég er búin að vera að velta fyrir mér svona. Ég hef haft svolítið mikið áhyggjur að vera að dreifa þessu einkennalaus, sko. Já. En já. Já, maður er bara, auðvitað, maður er bara hræddur við það og vill alls ekki, sko. Vill bara alls ekki að svoleiðis gerist, sko. Og þetta er svo hættulegt líka, við erum að heyra frá útlöndum þar sem að fólk hefur svolítið mist tökin á þessu, að þegar þetta kemst inn á svona staði, að þá er bara fjandinn laus, sko. Akkurat. Mér langar að fara aðeins út í svona aðra sálma. Já. Ínu. Nú er allavega veit ég hjá Siggu töluvert meira álag heldur en venjulega. Eru þið að fá hærra kaup? Láttu þið ekki dreyma. Nei. Það er ekkert... Nei, við erum sko ekki að fá hærra kaup og það sem að er og það sem að á eftir að fara í, það er að hver einasti starfsmaður á mínu vinnustað fékk vitlaus laun. Það vantaði mismunandi mikið upp að það fékk enginn of mikið. En það var sett sko inn á eins og þegar marslaunin komu eða 1. mars þá var fólk bara að fá eitthvað smávegis og ég líka og allir vegna þess að það var eins og við hefðum bara verið í verkfalli meira eða minna allan mánuðin. Tíminn sem að ég var í verkfalli það voru 12 tímar. Og ein var til dæmis tók engan verkfallsdag og hún var skert 90.000. Já. Og þetta gengur eitthvað seint og illa að laga þetta. Það er ekki búið að laga ennþá. Aftur núna 1. apríl. Það voru aftur vitleysa. Svoleiðis að þetta er náttúrulega alveg hreint með ólíkindum þarna hjá borginu. Við megum ekki hafa samband við launadeild. Við megum það ekki. Nei. Akkur ekki. Við megum bara hafa samband við yfirmann okkar og yfirmaður á að hringja í launadeild. Þetta er bara svona hjá borginni. En þetta er eini vinnustafur sem ég veit þar sem ekki má hafa samband við launadeild. Er það svoleiðis hjá þér, Sigríður? Nei, það er ekki svoleiðis. Nei. Það er bara, já. Þið voru náttúrulega ekki í verkföllum. Nei. En það er alveg sama. Það er bara alltaf að við megum aldrei hafa samband við launadeild. Launadeild er bara eitthvað andlýslaust apparat einhvers staðar út í bæ. Það er mjög skrítið. Já. Það er mjög skrítið. Já. En mér langar aðeins að skjóta yfir á Siggu. Hafið þið eitthvað, ég veit þetta er svolítið persónulegt og svona, en hafið þið eitthvað rætt það, hefur eitthvað verið talað aukið álagsgreiðslur, eitthvað svoleiðis hjá ykkur? Eða bara hjá ykkur starfsfólkinu, jafnvel ykkur á milli eða? Við náttúrulega höfum alveg talað þetta okkar á milli, en ég held að sé ekki búið að fara með það eitthvað lengra. Við erum ekki búin að tala þetta, eitthvað álag eða þannig séð við yfirmenn. Það er frekar viðkvæmt spjall. Þetta ástand er svolítið mikið að opinbera hvaða fólk er raunverulega mikilvægt í samfélagi. Já, nákvæmlega. Það eru þið sem sinnir gamla fólkinu okkar, það er fólki sem þrífur, þetta er bara fólk sem við gætum ekki undir nokkur kringumstæðum verið á, en það er alveg að loka bankar með nokkrar vikur, sko. Já. Herðu, ég var ekkert að spá ég að hafa þetta eitthvað mikið lengra í dag. Er eitthvað svona sem þið viljið tala svona í lokin, kannski? Já, ég ætlaði að mynda bara, ef ég má, sko.
Já, þú má. Já, af því að þá ætla ég einmitt að segja sko að við förum ekki í sóttkví þó að komi upp eitthvað, þó að fólk sé sent heim í fjölskyldu einhverja starfsmanna, við í heimaþjónustunni, við sem sagt í grunnstörfunum. En að því að yfirmenn hafa farið svona í sjálfskipaða sóttkví án þess að það væri eitthvað sérstakt, sko. Já. Og við finnum alveg fyrir því, sko, að, já, mér finnst svolítið, sko, eins og líf okkar sé kannski svolítið ódýrara heldur en annara. Já, birtist svolítið stundum. Fólki sem getur ekki unnið heima. Já, ég meina að þetta bara svoleiðis að það ekki allt sem að verður gert heima. Nei, það nákvæmlega þannig. Svoleiðis að en ekki það er alveg til í því að fólk sem undirliggjandi sjúkdóm og þá það náttúrulega bara alveg sjálfsagt. En þegar það ekki svoleiðis, sko, að þá finnst mér þetta virka svolítið, enda líka það sem að ég hef séð, fólk talar ekki sóttkví, það talar COVID-frí. Jæja, herðu, eigum við ekki bara láta þetta vera lokaorðin í bili? Jó. Og mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og spjalla við mig. Kolbrún Valviðsdóttir sem vinnur í hvað kallar það, heimaþjónustu? Heimaþjónustu, já, það heimaþjónusta fyrir aldraða í Furugerði. Og hún Sigríður Ása Arnarsdóttir sem vinnur hjá Hrafnistu. Ég fæ kannski að spjalla við ykkur seinna. Ef mér dettur eitthvað í hug og þið hafið það bara gott. Allt í fína sömuleiðis, takk fyrir. Takk. Bless. Svo verðum við með þátt aftur á föstudaginn kemur og það verður örugglega eitthvað alveg magnað umræðuefni. En við segjum eins og lokið í dag. Takk fyrir mig. Takk.